Þorvaldur Gylfason, þú ert í A-nefnd stjórnlagaráðs og þið hafið verið að vinna í mannréttindakaflanum. Hver eru helstu nýmælin þar? Ja, nýmælin þar helgast af örri framþróun allrar hugsunar mannréttindi síðastliðin ár. Mannréttindakaflinn í gildandi stjórnarskrá frá 1995 nýjasti kaflinn í skránni en samt þótti okkur rétt að uppfæra hann til samræmis við mannréttindasáttmála sem við erum aðilar að Íslendingar og hafa verið að taka ýmsum breytingum. Nýmælin sem að þarna eru allnokkur, til dæmis höfum við bætt þarna inn ákvæðum efnahagsleg og félagsleg réttindi sem ekki voru þarna áður. Nú til dæmis almannatryggingum komið fyrir í stjórnarskránni sem ekki var áður. Einnig höfum við gert aðrar breytingar, til dæmis þá að rétturinn til heilnæms umhverfis og óspilltrar náttúru skilgreindur sem mannréttindi. Og þetta hefur engri þjóð í okkar heimshluta ennþá komið til hugar að gera og þetta styrkir stöðu þeirra sem telja á sér brotið vegna umhverfisspjalla. Með líkulagi skilgreinum við réttin til náttúru auðlindanna og arðsins af þeim sem mannréttindi með því að hafa ákvæðið náttúru auðlindir í þjóðareign inni í mannréttindakaflanum. Þannig að úr verður heilstæður mannréttindakafli þar sem fyrir komið atriðum sem sumstaðar eru hafðar á öðrum stöðum í stjórnarskrám nálægra landa eða jafnvel alls ekki höfð með. Katrín Oddsdóttir, þú ert líka í A-nefnd. Hvaða markmiðum þið að reyna að ná fram með þessum mannréttindakafla? Já, við erum að gera tvennt. Við erum annars vegar að færa kannski réttarstöðuna eða kaflan í átt af því sem raunveruleg staða í dag. Þannig að þess að mjög mikið af þessum réttindum sem við erum að geta sérstaklega á í kaflanum nú þegar það sem við Íslendingar sem svo heppin að vera mjög góðu vön, hvað var það mannréttindi, að við göngum nú þegar að þessum réttindum sem bara algjörlega sjálfsögðum. En það sem að þarf að gera í stjórnarskrá að binda ákveðin grunnþætti sem man bara má ekki breyta og þess vegna hún ólík öðrum lögum og þess vegna erum við að setja inn það sem við teljum að sé algjörlega ótrúlega mikilvægt að sé alltaf læst inni að allir eigi rétt á ákveðnum hlutum og það megi ekki taka það frá þeim með einhverjum lagabreytingum eða eitthvað. Og þess vegna erum við að orða almennilega réttin til heilsu, við erum að orða réttin til þess að upplýsingar opinbera aðila liggi bara ljósar fyrir og við eigum öll aðgengi að þeim. Við erum að orða réttin til frelsis í akademíu og fræðum, við erum að orða réttin sem börn eiga til að taka ákvarðanir eða vera með í ráðum þegar teknar ákvarðanir þeirra mál. Við erum að orða ýmis réttindi sem að mörgu leyti eru kannski í okkar þjóðfélagi en verða það ekki alla tíð. Þannig að með því að taka inn miklu skilmerkilegra og kannski að mörguleiti nákvæmari útlistanir á þessum grunnréttindum, þá erum við að gera tvennt. Við erum að segja hvers konar samfélag viljum við búi og að mörguleiti líka að þetta betur fyrir samfélagi sem við búum nú þegar í. Þannig að við erum að taka utan bæði nútíðina og framtíðina eins vel og við getum varðandi þau grunnréttindi sem við Íslendingar viljum alltaf njóta. Núverandi mannréttindakafli í stjórnarskráni nýjastur og þið eru búin að bæta við að minnstakosti 15 nýjum greinum. Það eru orðnar núna 31 í mannréttindakaflanum. Af hverju þurfti að breyta svona miklu og bæta svona miklu við? Jú, vegna þess til dæmis að við þurfum ákvæði fjölmiðla. Stjórnarskrár verndaðan rétt fólksins í landinu til þess að eignarhald fjölmiðla sé gegnsætt og að blaðamenn njóti verndar og heimildarmenn þeirra njóti nafnleyndar. Þetta eru grundvallarréttindi sem til dæmis Svíum hefur þótt sjálfsagt að hafa í sinni stjórnarskrá lengi og hræddir blaðamenn voru eina ástæðan til þess að Ísland hrundi og allt þetta gerir það verkum að við vildum hafa sterkt fjölmiðla ákvæði þarna inni. Við erum einnig með upplýsingafrelsis ákvæði, þar segjum rétt fólksins í landinu til þess að eiga greiðan aðgang að upplýsingum sem stjórnvöld hafa safnað fyrir reikning skattgreiðenda. Þetta einnig samkvæmt sænskri heimild og fyrirmyndirnar eru til víðar einnig í löndunum í kringum okkur og allan heim.
Þetta er bara spurning það að allt sé uppi á borðinu og upplýsingar sem hefur verið haldið leyndum fyrir fólki fram að þessu í skjóli ófullkominna upplýsingalaga verði núna að haldið til haga þannig að fólk eigi greiðan aðgang að þeim. Og þetta er gagngerð breyting en hún er alveg nauðsynleg að minni hyggju. Maður bætinu við þessu, það er kannski að þú spurðir áðan markmið, þá eru gegnugangandi markmið stjórnlagaráðs náttúrulega að reyna að fyrirbyggja að það gerist eitthvað sem gerist hérna síðast og líka að búa til sem besta leikreglur í samfélaginu okkar, þannig að það verði valddreifing sem er alltaf til góðs, það verði ábyrgð sem fylgir valdi og að það verði gegnsæi í samfélaginu. Þetta eru svona 3 lykilmarkmið sem eru gegnumgangandi rauður þráður í allri okkar vinnu og við gerum þetta með eins mörgum beltum og axlaböndum og við teljum að sé nauðsynlegt og kannski sem eru sumir segja vákvæð eru búin að bætin miklu af svona öryggisástöfunum en að samanskapi segja við vákvæð veru brenda því að verum of lítið að þeim. Þannig að þetta er sko í raun og veru að því þú spurði markmið þá má þetta segja að þetta gildir mannréttindakaflann, þetta gildir kaflann sem fjallar í raun og veru valdþættina í samfélaginu og þetta gildir líka kaflann sem með kosningakerfinni, þetta gildir öll okkar störf og gegnugangandi svona markmiði, það er þetta sama. Við reynum að dreifa valdinu, takmarka það þannig að fólk hafi ekki of mikið að því að það getur spillt. Við reynum að hafa gagnsæi að leiðarljósi í samfélaginu að því það minkar líkur á spillingu og eykur í raun og veru bara alla getur til þess að starfa sem opnast og sem best og við reynum alltaf að láta ábyrgð fylgja öllu valdi. Þannig að þetta er í raun og veru þessi stóru markmið held ég. Þessar hugmyndir sem að þeir eru komið með inn í þessa vinnu, hvaðan koma þær? Eru þær eingöngu frá fulltrúum hér í stjórnlagaráði eða er það nýtt ykkur mikið þjóðfundin, skýrslu stjórnlaganefndar, hugmyndir frá almenningi eða er þetta sama safn? Getið lýst því aðeins fyrir okkur? Við höfum aflafanga víða frá almenningi og það hefur verið mjög ánægjulegt og ég hygg að þessi nýbreytni að stjórnarskrá sér samin á vefnum eins og við höfum gert og við höfum fengið mörg hundruð erindi með mjög gagnlegum ábendingum sem að margar nýst okkur mæta vel og við höfum tekið eftir því að þetta vekur mikla athygli í útlöndum. En okkur hefur einnig nýst vinna mjög vanduð og fín vinna stjórnlaganefndar mjög vel og niðurstöðu þjóðfundarins. Við lítum svo á okkur beri nánast lagaskylda til þess að taka mið af hvoru tveggja og það höfum við gert. En við höfum einnig leita fanga og fyrirmynda í stjórnarskrám annarra landa og það er einföld leið til þess að lýsa þeirri vegferð sem við erum á. Sko okkar stjórnarskrá var miklu líkari stjórnarskrám Danmerkur og Noregs heldur en stjórnarskrám Finnlands og Svíþjóðar. Við erum eiginlega uppfæra okkar stjórnarskrá, það er ein leið til að lýsa þessu, frá þessum gömlu stjórnarskrám Danmerkur og Noregs til nýrri og vandari og betri stjórnarskráa Svíþjóðar og Finnlands og það er einmitt þetta sem Færeyingar eru að gera núna. Og Norðmenn ætla að gera núna á næstunni líka, þeir ætla að fara í gagngera breytingar á sinni stjórnarskrá. Þetta er það sem þessi lýðræðisríki sem við viljum bera okkur saman við, vita þarf til þess að geta einhvern veginn byggt sín lög á, þá þarf samfélagssáttmálinn að vera það pottþéttur og það nútímalegur að hann standist bara einfallega kröfur borgarana hverju sinni og það kannski hefur svolítið vantað upp á hjá okkur má segja en og það vita það flestir Íslendingar það var lengur komin tíma á endurskoða stjórnarskrána og það er vissulega gaman að geta gert það í þessu formi að það séu almenni borgarar að mörguleyti sem að taki þátt í því á sem breiðustu vettvangi saman. Ég held að það sé mjög fallegt að þetta er sáttmál okkar allra. Þetta er stjórnarskrá fólksins í landinu handa sjálfu sér. Við ætlum að hefja hana í fyrstu persónu fleirtölu og það er reyndar ákvörðun sem Færeyingar hafa einni ákveðið að taka en Norðurlandaþjóðirnar hinar 4 hafa ekki enn stigið þetta skref. Það verður gaman að sjá hvort Norðmenn gerir eins og við. Eitt að lokum, nú eru nokkra vikur þangað til að stjórnlagaráð á að skila sér frumvarpi. Tekst ykkur þetta á þessum stutta tíma sem er eftir? Já. Það verður að takast, það má ekki misheppnast og það mun takast. Sammála, algjörlega sammála, þetta er ekki spurning, okkur mun takast þetta og það sem þarf síðan að gerast er það að þjóðin þarf að taka við keflinu og klára þetta þetta er allt og erfitt fyrir valdhafana að setja sér eigin reglur og það er ekkert af því að þeir séu nekkurt nátt vondir eða vilji illa heldur bara það er ekki hægt og núna verður við bara öll sem myndum þetta samfélag að taka á þessu máli saman og við gerum eins mikið og við getum og klárum þetta innan þess ramma sem okkur hefur verið veittur og svo tekur fólki vondi bara við.